fara að skila maltaríkjörnum minni. Ég þorði ekki í þetta. Ég er svo hrædd að nei, maður verður að sleppa takinu. What a weight off my shoulders. Korter fyrir tíman. Síðan skilaði ég 30 sekúndur í skil. And now it's time for champagne. Woo! Oj, ekki tölvuna. Fullt glas. Sjálfsögðu. Það er smá chaos á pizza night. En vonandi þýðir það að pizza verður góð. Hér höfum við fersku og rjómaost, parmesan í botninn. Við erum að prófa eitthvað nýtt. So hopefully it's gonna be good. Good morgon. Í dag er sunnudagur. Við erum bara búin að koma okkur á fætur, fá okkur kaffi og njóta. Ég er enn svona að reyna að átta með því að ég þarf ekki að læra. Það er svo skrítið að vakna helgi og vera bara the world is my oyster. Ég held ennþá að ég þurfi að læra allavega helminginn deginum, en það er ekki raunin. Þannig að, já, í gær vorum við bara byrjum á föstudeginum, af því að þetta er svolítið svona gloppótt, segir maður það ekki. Þetta er búið að vera svolítið svona bits and pieces frá síðustu dögum, en á föstudaginn skilaði ég ritgerðinni og kláraði þar með mastersnámið mitt. Fór svo bara að fagna með my classmates, alveg langt fram á kvöld. Og svo í gær þá vorum við bara eitthvað að vakna í róliheitum og fórum bara að njóta sólarinnar, lágum heillengi í garði, bara að tana og lesa og chilla. Og í dag ætlum við að kíkja aðeins á nýja hverfið okkar sem heitir Midsommarkransen og ætlum bara að hjóla þangað héðan. Það er svo ógeðslega gott veður að it would be a shame að taka restina. Þannig að við ætlum að hjóla og fá okkur bara kaffi þar og kannski sýnum ykkur utanfrá nýju íbúðin okkar. En við fáum hana 1. júlí og ætlum síðan að fara til Íslands bara helst strax eftir það, þannig að við hendum bara draslinn inn og flytjum og svo beint til Íslands. Þannig að já, þetta verður bara kósí dagur í góða veðrinu. Þarna er nýja heimilið okkar. Við eigum nú eftir að sóla okkur eitthvað á þessum svölum. Þetta er svo næs, það er alltaf ógeðslega nýtt. En það verður að byggja þannig að þetta er alltaf svolítið hrátt sumt af þessu, en looks good. Nú liðum við nýja hverfið okkar. Viðurkenni, það er kannski full heitt. Ég er sko rönnandi. Nice. Dripping. En við ætlum að fara að fá okkur kaffi í nýja bakaríin okkar. Kaffi og kósí. Ansi löngum jólaleiðangri.
nýja hverfinu sem að lofar mjög góðu. Það er svona aðeins meiri tengsl við náttúruna einhvern veginn og bara svona rólegra yfir höfuð. Við búum mjög miðsvæðis núna þannig að það verður fínt að komast aðeins út úr borginni. En já, þetta vlog er svolítið seint á ferðinni. Klukkan er 6:30 hjá mér á sunnudegi. En mér langar ótrúlega mikið að sýna ykkur nýja uppskrift af uppáhaldssúpun okkar at the moment. Og það er brokkoli cheddar súpa. Þannig að ég ætla að fórna því að þetta vlog komir svolítið seint inn í kvöld til að geta sýnt ykkur brokkolisúpuna af því að hún er svo góð. Ok, við byrjum á að sækja Le Creuset pottinn sem er hérna lengst uppi. Og er svo þungur. Þá getum við byrjað. Ok, við byrjum á að skera gulrætur og gulan lauk og selleri. Ég átti selleri í frysti, gerð ná, sem að ég hendi síðan bara á pönnuna eða í pottinn. Það sem er svo þægilegt við að eiga svona pott er að ég þarf ekki lengur að steikja allt á pönnu og setja svo úti. Ég setja bara allt í pottinn og ég er að elska það. En sjáu þið hvað það er að gera þeirra gulrætur, ertu að grínast? Mamma og pabbi voru eins og alltaf með svona matjurtagarð þegar við byggum á Akureyri og það voru svona gulrætur og það var bara það besta sem ég fékk. En skerum lauk, gulrætur og selleri og jesús minn, þetta er rosa aggressíft eitthvað. Og setjum smjör í pottinn og steikjum. Alright, step 1. Hvítlauksnum út í. Hann er bara mjög gróft skorinn af því að þetta fyrir sem er allt í fætarann á eftir. Leifum þessu bara verið svona mínútu svo að hvítlaukurinn brenni ekki. Svo setjum við hálfa teskeið af paprikukryddi. Þetta var heil, en já, whatever. Og 30 grömm af hveiti. Hrærum þessu saman. Ok, nú setjum við 1 lítra af vatni og þetta ásast að vera vegetable broth en ég á það ekki til þannig að ég set bara smá grænmetiskraft út í vatnið og set þannig út í. Og á sama tíma við setjum vatnið þá setjum við brokkolíið. Ups. Og þetta er allt bara mjög gróft skorið af því að eins og ég sagði áðan þá fer þetta allt í blandarann á eftir. Ok, nú er súpan búin að malla í svona 10 mínútur og þá þurfum við að setja 500 ml af mjólk. Næst á dagskrá er svo 225 grömm af kótasælu ásamt 113 grömmum af cheddarosti. Núna er faktisk allt komið í súpuna þannig að það er bara að hræra og svo í blandarann. Og ég mæli með að setja þetta alveg í blandara en ekki bara með töfrasprota því að brokkolíið gerir þetta svolítið grainy ef að maður notar töfrasprotan. Og meðan blandarinn nær öllu þá tekur bara aðeins lengri tíma að gera eitt og eitt í einu. En við höfum allan tíman heiminum. Ok, þá er bara slökkvindir og mjaka þessu í blandarann. Þetta er líka smá subbuverk en við verum að lifa með því. Svona, svo bara blanda. Ok, við erum búin að blanda allt og ekki láta ykkur bregða þó að áferðin sé svolítið svona froðukennd. Það er smá spes en bragðið er svo sjúklega gott að það vegur upp á móti. Þannig að já, þetta er brokkolisúpan. Alright, ég ætla núna að klára að edita þetta vlog á sko 0:1 og henda þið inn. Svo er ég að fara að hitta Stulla á
bryggju sem hérna rétt hjá okkur og við ætlum að taka smá kvölddipp í sjóinn. Mér langaði alltaf ógeðslega mikið að gera þetta í fyrra en ég fór til Íslands 10. júní og það var ekki búið að vera svona ógeðslega heitt, þannig að sjórinn held ég hlýrri núna en á sama tíma í fyrra líka. Þannig að já, ég ætla að fara að hitta hann. Svo komum við bara heim og fáum okkur súpu og horfum á Yellowstone. Ég held við séum svolítið late to the party með Yellowstone en hvað eru góðir þættir. Ég get mælt með ef að þeir eru líka late to the party og vantar nýja þætti. En já, ég ætla að loka vlogginu hér. Ég ætlaði mér að taka upp miklu meira daginn sem ég skilaði inn ritgerðinni en ég bara gleymdi mér í að hafa gaman sem bara líka mjög gott. En já, ekki gleyma að like og subscribe og við sjáumst næsta sunnudag.